Komið sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 18. júlí 2025 og Bitcoin í 117.780 $. Og hingaði mættur Björn Haraldsson, verður blessaður Björn. Sæll og blessaður. Það við erum eiginlega á sama verðmiða í Bitcoin og við vorum í síðasta þætti. Já, en skemmtilegt að þú spurði mig spurningar í síðasta þætti, að ég hafði nú spáð fyrir hana all time high. Já. Og spurður mig hvort að við færum í 120. Mhm. Og ég þorði nú ekki að segja á viku, en ég sagði á 14 dögum, en það fór í hvað? Sko, ég sé að toppurinn á CoinMarketCap loggaður í 121. Mig langar eins og að segja að ég sá með einu augum 123.000 á TradingView. Ég held að það var náð einhver staðar 123 og einhverju kaupa öll, sko. Já, ég nokkuð vissum að minnið... Svo 121, ég sá það alveg 100%, 122 eitthvað. Já, ég alveg sammála því, sko. Ég veit ekki okkur, þú veist, það einhverjar reglur með hvernig loggað þess að toppa, sko, á hérna... Nei, fyrirgeðu, ég var ruglað, ég var sko að daily high sem var 121. Nei, all time high á CoinMarketCap 123.091 $. Okay. Þannig við erum búin að breyka 123. Og það yfirleitt alltaf, sem sagt, ef toppurinn loggaður 123.091, þá alveg bókað ef maður hefði verið límdur við TradingViewið að hann fór aðeins ofar, sko. Því að það þarf að ná ákveðnu voljúmi til að CoinMarketCap. CoinGecko segir 122.838, þannig að þetta ennað í kringum 120. Já, við viljum sagt 123. En við fór verið vel yfir allan á 120. Já, og það sem búið að gerast að þó svo að Bitcoin sé á svipuðum slóðum, eiginlega bara alveg sama verð með þegar við tókum síðast upp, að aðra rafmyntir eru búin að keyra alveg svakalega. Ef maður skoða bara hérna, ég meina, við vorum að taka þetta upp síðastur viku, þá Bitcoin upp 0,56% síðustu 7 daga. Ethereum upp 21% síðustu 7 daga. XRP upp 24% síðustu 7 daga. Solana upp 9,5%, ég ætla að fá að segja kannski dálítið harkalegt að segja vonbrigði með Solana. Þú veist, 9,5% mjög solid, en ég bara segja að þegar þú berð saman með ETH, þegar þú berð saman með XRP, þú veist, og Dogecoin upp 17,37% síðustu viku, Cardano upp 13%, Chainlink 15,6%, Sui 12,5%, HBAR 34% upp, AVAX 13%, Shiba tæplega 10%, og þessir metrar sem vorum að tala altcoin season meterinn, hann var í 30 síðastætti. Hann hvað 40? Hann 44 núna á CoinMarketCap. Fear and Greed, ég man ekki nákvæmlega hvað við vorum allavega að tala svo neðar en þetta, minnur að við höfum verið í, hvort það var rétt tæplega 60 eða eitthvað, við erum í 71 núna, Fear and Greed. Sem greed en ekki extreme greed. Það ekki extreme greed, það ennþá alveg, ég held að miðusti 80 þegar það kom í extreme greed. Marketcapið á krypto 3,85 trilljón $, alveg þetta $4 trilljón. Þú veist, við erum við all time high nánast. Já, það bara einmitt, það var að breyka all time high og núna eitthvað aðeins undir í, sko. Og þú veist, þannig að svona, ég held að stóra spurningin þú veist, ok, við morðum þannig, ég hef sjaldan verið jafn spenntur að tala altcoins í svo hlaðvarpi. Komin að vera spenntur við þíma. Og ákveðat núna. Ég samt alltaf að segja þetta, ég var einmitt að hugsa, þú veist, að ég var spurður, allt season byrjað núna? Já. Ég er búin að spurða þessa spurningu nokkur sinnum í vikunni. Og þú veist, eins og oft með stóra spurningar, þá maður bara oft í vandadaldi hvernig maður svaraði þeim fyrir sjálfan sig, sko. Ég er búin að ákveða að svara með einum hætti. Ég svara nei. Ég treysti mér ekki til að segja annað en að þetta líti vel út og við séum þá vonandi og líklega í svona pre-altcoin season. En ég ætla bara að fá að segja þetta. Ég ætla ekki að kvitta upp á að altcoin season sé byrjað fyrir en ETH og Solana komið all time high. Já, þú veist, og við erum þetta ekki út frá parametrunum, ég held að við þurfum að lágmarka að fara upp í
75, Já, og 75. og lágmark var yfir 50 til að sjá það allan að Einmitt. helmingurinn af öllum Já, já. top 100 myndum sé outperforma Bitcoin. En þú veist, ég er að sammála þessu sem þú ert að segja, því að þú veist, jákvæða hlutinir eru til dæmis að því að við viljum sjá Ethereum fara upp og Ethereum er búin að vera að fara vel upp og það er búið að loksins outperforma Bitcoin. Og það eru indikator það að með þessar stórir aðilar séu búin að vera að dömpa svolítið af Bitcoin Já. og konverti yfir í Ethereum. Og það er eiginlega ekki hægt að efast að það sé búið að vera að gerast þegar þú sér Bitcoin verið upp 0,4% og Ethereum upp 20%. Að Ethereum er það stór mynd, market capi núna er $430 miljardar, market cap á hérna XRP komið $200 miljardar. Þannig að einhvers þar er þessi peningur að koma og manni finnst ólíklegt að hann sé bara að koma sér fiat injection í kryptomarkaðin, af því að það væri, þá væri Bitcoin meir upp líka. Já, þannig að manni finnst líklega að þessi vera að rótera úr Bitcoin yfir í ETH og önnur altcoins. Það er þetta einhvað sem með þessum fyrirtæki sem er að fara að setja Ethereum á balance sheetið sitt, eru rauninni búin að vera að selja Bitcoin, hluta Bitcoin, það er allan eitt fyrirtæki. Þannig að það er indikator það. Og ég bara, þú veist, eins og ég hef sagt þetta áður, þó að ég sé ekkit endilega einhver svaka Ethereum búl, þá er þetta bara kryptobúl, og ef Ethereum fyrir að keyra eitthvað mikið, þó að það sé drifið af þessum stærri fyrirtæki, þá hef ég samt alveg trúa því að það eitthvað færist þá yfir í aðra myndir, sko. Þannig að eins og segja, það verður náttúrulega self-fulfilling prophecy að þú ferð að trúa því þegar Ethereum, ég tala nú ekki þú veist, ég hugsa að það væri rosalega öflugt að sjá Ethereum breyka $4.000 og ég velti sérstaklega fyrir mig þegar all-time high hjá Ethereum í nóvember 21 er $4.900, er ég að tæplega. Ég er bara svona, ég held að það er rosalega visually intense að sjá Ethereum breyka $5.000 verðmiða, bara sjá Ethereum í $5.000. Og það eru auðvitað mikið af þessum myndum eiga rosa mikið inni, Ethereum á mikið inni til að fara í all-time high, Solana á mikið inni til að fara all-time high, svo var ég að skoða bara eitthvað svona aðra myndir sem er búin að vera að hækka svolítið núna, eitthvað svona Radium, Uniswap, svona DEX-in sem að fara oft fljótlega eftir. Þú veist, eitthvað af þessu, þegar ég kíkti á þetta fyrir í vikuna, er búin að breytast eitthvað, þá var það samt enda á 70-80% frá all-time high, þannig að það er ennþá mikið af myndum sem eiga fullt inni að hækka, þannig að þú veist, alvöru altcoins í sem þá viljið fara að sjá fleiri og fleiri að taka all-time high. Já, og það er alls ekki tíðindalaust þessi vika, ég myndi segja kannski að er fyrst og fremst ein mjög stór frétt og frétt kannski frekar umfjöllum, því að fréttin kom í síðasta laðarfið okkur sem var kryptovikan sem henni var að ljúka og það voru bara mjög stóru og jákvæða hlutir sem gerðust, voru hársprit frá því að gerast ekki, þannig að mér datt í huga að kannski ég myndi að fjalla umræðulega hvað gerist. Eins og við tölum síðasta hlaðvarpi, þá fór kryptovikan, eða svona óformlegt heiti á þessari viku, sem var smíðað af republikunum í kongress í Bandaríkjunum á þinginu í fulltrúadeildinni og það sem gerist bara strax á mánudeginum er að þetta er nú það sem er skemmtilega að veita hlaðvarp sko, er að maður har alltaf að vera að stúdera svona hinu þessi svið og ég er alltaf að reka með það, ég er alltaf að lesa mér til og læra eitthvað nýtt um bandarískan stjórnskipunarrétt og ég átti mikið nákvæmlega á í krafti hvað heimildar þetta var gert en það voru allavega einhverjir 13 þingmenn eða eitthvað sem gátu beitt sér þannig að þeir gátu frestað umræðum og atkvæðagreiðslum þessi 3 frumvörp sem voru til umræðu sem var Genius-akt. Stöðugleikamyntin. Já, það er aðal stöðugleikamyntafrumvarpið. Hitt sem er líka mikið stöðugleikamynti sem er Clarity-akt, en það stendur fyrir Digital Assets Market Clarity, þannig að það er breiðara sem bara stöðugleikamyntir. Og svo var það anti-CBDC, það er að segja Central Bank Digital Currency frumvarpið. Og það leit út á mánudaginn eins og bara... Eins og yrði ekki af þessu. Já, það er bara búið að fresta, á minnst að sáma svo frétti, búið að fresta krypto. Já, og það var raun og verið gert. Já. Og það sem gerist og ég verð að veikina, þetta gefur mig mikið confidence að manninum sé mjög alvara þessi stór orð sem hann er búin að vera að láta út úr sér varandi krypto, er að
forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hann beiti sér fyrir því á miðvikudeginum að þessari frestun verði aflétt og það verði haldið áfram með þessa kryptóviku og þessi frumvörp verði tekillumræði og verði afgreidd. Og líka ekki rétt að nefna það því að ég var ekki með á hreinu síðasta lagarpi hvort að það yrði tekið fyrir Cynthia Loomis frumvarpið sem er náttúrulega raun og veru að mörguleiti. Já, ég er svo sem ekki endilega vissum að þessi stærri en til dæmis Genius sagt. Þú ert að tala það sem að Bandaríkinn setur Bitcoin og balance sheet. Já, þannig veitir heimild fyrir ríkissjóð Bandaríkinn að kaupa alltaf 200 Bitcoin ári í 5 ár. Það var ekki fjallað það þessari viku. Þetta voru þessi þrjú frumvörp sem ég var að nefna og Trump kemur í leiðar að það haldið áfram með kryptóvikuna og öll þessi 3 frumvörp eru samþykkt og ef maður tekur sem dæmi Clarity Act eða samþykkt með afgerandi meirihluta í fullóðdeildinni 294 segja já á móti 184 sem segja nei. Já, og ég held að þetta sé, ég hef ekki kynnt mér þetta til hlítar en minna þú veist þetta á að skýra svolítið mikið, þú veist, kryptóverkefni hvort þetta heyr undir fjármálaeftirlitið eða CFTC og svo framvegis inn í sko. Og bara það að forsetinni eftir að bara skrifa undir þetta stöðuleikamyntar frumvarpina, það er bara fyrsta alvöru kryptó reglugerðin í Bandaríkjunum sem að margir sögðu að þyrfti til að stóri fjárfestar að það færa meira að fara inn í eitthvað svo. Einmitt og sko talandum að maður sé að læra hlutum bandaríska stjórnskipið, ég eitthvað gaf mér það og greinilega ranglega að frumvörp þyrftu alltaf fyrst að vera samþykkt í neðri deild sem er fulltrúadeildin og þaðan færuðu upp í öldungadeildina en það er víst ekki svo og sem dæmi sko með Genius sagt eins og við fjöllum réttilegum þess vegna fannst mér þetta svolítið ruglandi en nú er ég búin að átta mig á hvernig þetta er. Við fjöllum réttilegum það, sko það var samþykkt 68-30. Ég held að bara var í komið. Já, ég held það líka því ég gaf mér að það væri alltaf seinumferðin færi fram í efri deild sko. Sem er rökrétt álitin að draga en ekki rétt. En þannig er að það frumvarp fór fyrst fyrir öldungadeildina og það var samþykkt 17. júní ég myndi á þjóðatíð þetta Íslendinga ég held að það hefði kannski ekki verið óalega þeim í huga en og það er samþykkt afgerandi 68-30 í öldungadeildinni svo fer það nú 17. júlí og þá er það samþykkt í fulltrúadeildinni og nú er bara beðið eftir undirritun forseta Bandaríkjanna Trump og þá er búið að veita þessu lagagildi varandi eins var Clarity Actið það var eins og ég sagði á hann samþykkt með afgerandi meirihluta 294-134 líka 17. júlí en það er ekki þá eftir að fara í öldungadeildina þannig að það er talsveit biðið eftir að það verði orðið að lögum en sko ég er þeirra skoðanar að það er í alvöru talað ekki hægt að gera sér í hugalund eða mjög erfitt að minnsta kosti hversu stórar fréttir þetta eru fyrir kryptó og mér var maður vinur minn á skrifstofunni sem komst mjög heppilega orðið sko að hann sagði sko ég er ekki frá því að þetta sé jafnvel stærri frétt heldur en þegar ETF-an er komin á markaðinn í byrjun árs 2024 að hann sagði sko ímyndar þetta að við séum að díla við hann tók sem dæmi bara sement eða steypu og það sem ETF-an gerður að þeir opnuðu bara á þann möguleika fyrir stóra aðila til að fara að hefja einhverja spákumennsku með steipuna sko, sem bara gott að blessa og sögulega sýnir það að það er mjög ákvæmt fyrir undirliggjandi eign. Það sem þetta eins og gerir er hér ímyndar að sko, hér er verið að segja við verktakarna, nú getið þið fara að byggja háísi og aðra byggingar með steipuna sko. Við getum raunverulega að fara að nota þetta. Þú veist, þetta er frábært að fá BlackRock til að bara dæla peningum í kryptó og keyra verðið upp sko. En og við höfum alltaf rætt að með notagildi Bitcoin í raun og veru fyrir Bitcoin eitt og sér þá er það bara nóga því að Bitcoin er bara peningur sko, aðra rafmyntir gegnir öðru máli. Og það er síðan sko held ég sko að við erum að sjá þessi 3 frumvörp sem skipta gríðarlega miklu máli þá sér maður samt alls konar umræður sem að kannski bendir til þess allavega að það geti ýmislegt annað komið í kjölfarið sko. Það tvennt sem að ég rak augunni í það var hvað heitir það 401k
hérna. Einmitt. Já, það er umræður það hefur verið að tala um það að Donald Trump muni jafnvel skrifundur svona executive summary. Einmitt, forseta tilskipun. Já, sem að gerir kleift að þessir sjóðir geti fjárfest meðal annars í kryptó eða bitcoin og það er þetta gull og eitthvað fleira sko. Svo sá ég ykkur aðra frétt sem ég svona ekkert búin að kynna mér meira en svona mér fannst það vera svona dæmum kannski þetta sem þú ert að segja með steipuna það að hjá skattinum í Bandaríkjunum er verið að skoða líka þú veist að breyta einhverju liti skattalöggjöfinni að því eins og ég held þetta sé svolítið núna ef þú ferð sem Bandaríkjamaður og kaupið kaffibolla og borgar með kryptónuðinu þá færðu skatt á að hafa selt kryptó. Þannig að þeir eru ekki að tala gera einhverja breytingar þar til þess að þetta sé ekki alltaf að selja asset, það sé líka bara að nota pening. Einmitt. Það er mjög stórt sko, en þetta fyrir sem nefnir, það er náttúrulega gríðarlega stórt sko, með 9 trilljón. Já, ég er að segja það sko, 9 trilljón $, og þetta er líka sko, hvað maður að segja, einhver þolinmóðasta fjármagn sem til er í heiminum. Það er að segja, ef þú ferð ef það kemur fjárstreymi úr þessum sjóðum í kryptó, það er ekkert að, þú veist, það er ekkert að selja eftir einhverja mánuð þótt þetta 2x eða 3x sko. Þannig að þú veist, þá ertu bara komin með eitthvað nett og innflæða fjármagni sem er bara komin til að vera sko. Þannig að þú veist, og í raun og veru eiginlega ótrúlegt að þetta sé ekki meir umfyllun, en til þess er þetta hlaðvarp, við erum að vekja athygli á þessu að þetta er, ef hann lætur á þessu verða sko, það, þú veist, það er erfitt að vera ekki alveg en svo að þú veist hyperbúli sko. Já, en svo kemur þú veist hitt, þú veist, ég líka að hlusta aðeins á gagnrýnisraddir svo með þessu frumvörp sko. Þar á meðal hlusta ég á þessum viðtal við Elizabeth Warren, þingmann demokrata, þar sem hún var að annars vera að tala bara þetta væri bara endirinn á bara New York Stock Exchange bara þetta clarity frumvarp að núna gæti bara hvaða fyrirtæki heiminum hætt að vera heyra undir fjármálaeftirlitið bara búið til token og sloppi við allar reglur og svo þetta er kannski stórt tekið til orða en svo var hin umræðan og það var sem ég skil alveg sem menn er að tala sko að það sé ekki búið að taka á því að Trump og mikið af ríkisstjórn Trump eigi töluvert mikið sjálfur steik í kryptó sko. Einmitt, ég veist svona kemur ekki óvart að heyra Elizabeth Warren gagnrýna, hún alltaf finnur kryptó og öllum þessum frumvörpum allt til foráttu sko. En þú veist ég hef svo mikið kynnt með þennan punkt sem hún er að segja sko að ég veit það ekki en þú veist mér þetta er nákvæmn balans sko að þarf að vera einhver umgjörð, eitthvað eftirlit, einhver ákveðna reglur, einhver ákveðna skorður við held ég séum alveg með það búin að fá það á hreint bara gennum söguna að algjört vilda vestur er ekki gott sko, ekki einu sem verið þann sem aðhyllist algjört frelsi sko en ég veit ekki, ég treysti mér ekki til að segja að svo stöddu að það var endilega eitthvað neikvætt þetta sem hún er að lýsa sem einhverju neikvæðu sko en ég láti það líka milli hluta sko en segðu mér eitt í varstu búin að kynna þér eitthvað þennan orðróm að það sé mögulega eitthvað leiki eitthvað vaf á því hvað að þetta sem við áður vorum búin að heyra að ríkissjóður Bandaríkjanna ætti af Bitcoin og öðrum rafmyndum að það sé mögulega ekki tilfellið þeir eigi mögulega minna og mögulega hefur maður heyrt jáfnvel eigi bara ekki neitt. Já, ég skoðaði aðeins þess að umræðu þá ég man ekki hvað menn voru að halda þér fram að vildu meina að vera með sönnu þess að staðins að þeir ætti 200.000 Bitcoin þá ætti þeir bara 30.000 Bitcoin. Ég veit ekkit hvað er satt og logið í þessu því að þú veist ein hluta umræðinu er Arkham sem að fylgist mjög vel með þeir vilja meina að þetta sé ránt en þú veist, svo kemur inn í þessa umræðu sem að ég hef oft pælt í og örugglega talað held ég fyrir löngu síðan í hlaðvarpinu ég er ekkit endilega viss að þeir hafa nokkuð tíman í grunninn átt öll þessi 200.000 Bitcoin að þetta er skipt upp í annars vegar það sem að þeir hafa lögum samkvæmt
fengið með dómsúrskurði eitthvað, þú veist, fyrir haldlagningar og svona. Og svo þetta, þú veist, mikill hluta af þessu skildist mér, þetta væri jafnvel sem að væri mögulega einhverjir sem að, þú veist, þetta hefur verið stólið af einhverjum kaupöllum og eitthvað svoleiðis og þeir ættu það rauninni og það var ennþá eitthvað svona lagalega spurning, hvort að það, hérna, Já, meinar að það væri í einhverju ferlum endurheimt hjá aðilunum sem, já. En þú veist, umræðan var svolítið eins og þeir væri búin að selja rosa mikið. Mér sýnist að það er ekkert eitthvað rosa mikið sem bendir til þess að það sé rétt, sko. Nei, ég bara svipað, sko. Ég var eitthvað, þú veist, þetta kom bara hvað, eitthvað, man ekki hvernig þetta, svona, maður sá þetta í fréttunum, 2-3 dögum eða eitthvað. Og svipað, ég komst bara svona svipað niðurstöðu, þú veist, svo spyrir maður sér líka, sko, að því eins og ég segi, það er erfitt allavega að ímynda mér að sjá út úr þess að þessi búin að vera að selja eitthvað, sko. Já. Mögulega er þetta eins og segir eitthvað svona skilgreiningaratriði, en þú veist, þá er heila að spyrja maður sér, ég meina, gæti það ekki bara haft á öfu áhrif, ekki hræðslu áhrif, heldur rauninni bara, ef þeir koma svo að því að einhvern hlutin halda áhrif að þróast á hann veg sem er hafa verið að gera, á mjög jákvæðan hátt fyrir krypto og bitcoin, og svo allt einu komast að herru, við eigum ekki eins mikið og í heldum, þá þurfum við bara að kaupa enn agrís og kannski full nýta þessa heimild fyrsta lagi keira þetta frumvarp sinn til Loomis í gegn, að þeir geta ekkert fara að kaupa upp að neinu marki, sko, nema að fá þetta frumvarp í gegn, sinn til Loomis, bara, og maður sér það greinilega, þú veist, þetta er svona, myndi ég sé alveg dálítið svona skýr birtingarmynd af áhrifum forsetans að þegar þingið bara er búið að taka ákvörðunum að fresta hérna atkvæðagreiðslum, umræðum á atkvæðagreiðslum um frumvörp, forseti bara segir, heyrðu, nei, þið klárið þetta. Og aftur, ég veit ekki nógu mikið um bandaríska stjórnskipunar, en ég leiði mér að stóri efast að, sko, það hefði verið bindandi, þú veist, ég stóri efast að hann hafi heimildi til að með bindandi hætti aflétta frestuninni, en mér sýnist þetta bara vera merki það hvað hann hefur mikinn, sko, áhrifamátt ofan á náttúrulega formuleg völd sem hann hefur sem fylgir embættinu, að hann virðist að hafa, svona eins og maður segir, mikið púl þegar kemur að því að láta hlutina snúast. Þá spyrir maður sig, ef hann fær sama metnað gagnvart þessu Cynthia Loomis frumvarpi, þú veist, þá getur maður séð mjög og ég hugsa þú veist núna, ég meina það er náttúrulega hiti undir honum núna, búið að vera umræða sem ég er svo sem ekki búin að setja mig mikið inn í, sko, með þennan Epstein lista og þetta, sko, en allavega eitt virðist vera nokkuð ljóst að þetta er ekki þægilegt narratív fyrir hann. Og hann berst í bökkum og ég hugsa, þú veist, til dæmis nýfarin að staða með þetta kjörtímabil og þarft alla vini sem þú þarft á að halda, en besti vinur hans er ekki lengur vinur hans sem er Elon Musk, sko, og nú eitthvað meira, þú veist, ef ég væri ráðgjafi hans, ég myndi segja bara að þú veist, farðu gjörsamlega all in í, þú veist, þessa kryptóvegferð, sko, því að þú ert með svo stóran hóp, bæði stóran kjósendahóp og þetta er hópur sem hann er að vaksa og þannig að þú veist, ég held að rétt að playa hans væri bara, ég ætla bara að fara all in í að endorsa kryptó, og ef hann myndi ná að keyra þetta frumvarp í gegn hjá Cynthia Loomis, beiti sér fyrir því, að því ég verði ekki, ég á svolítið erfitt með áttam á hvar það nákvæmlega stendur, vegna þess að samkvæmt mínum heimildum sem ég kynnt mig fyrir löngu síðan, þá var það held ég, sko, lagt fyrir, það var komið, þú veist, heitið stólið úr mér enda núna, hvert heitið, hvert nicknameið á því er, sko, en allavega tala Crypto Stockpile sem hann sagði á... Nei, ég er að tala Cynthia Loomis frumvarpið, ég bara man ekki fljótu bræði hvert nicknameið, að þau eru öll með nicknameið eins og Genius, Clarity Act og þetta, ég bara stól úr mér hvert heiti var, en það er alveg langt síðan það kom umræðan, það var fyrir, sko, Bitcoin Conference í Nashville, sem var hvað í júlí eða eitthvað, sko. Hún var þar, einmitt. Já, og það er eitthvað, nú er ár liðið, sko, og maður eitthvað átt að ekki að lána einni framvindu, það er bara reglulega verið að tala þetta, en ef hann er eitthvað að láta hjólinn snúast hraðar í því, þú veist, það gæti, held ég, verið svo rosalega pólitísku sigur fyrir hann, því þá eru allir bitcoinerar, allir kryptogaurar, þeir eru bara, svo lengi sem þú ert ekki, þú veist,
Hitler sko, skilur þá erum við að fara að kjósa þig þannig að ég bind vonið við að hann Já, og þú veist, þetta er ágætis umræða því að þú veist, við efumst ekki það að hann sé mjög dedikerað fyrir krypto, bara þetta sem að tala áðan, kallaði menn indin sín sem að voru að neita þessu frumvarp, snerið við bara við einu bretti, en alveg rétt hjá þér, ég meina, maður hefur ekki alveg frá því að hann var á Bitcoin Conference og sagði create a Bitcoin stockpile, hann sagði ekki National Reserve, þannig að hann hefur verið varfærinn í orðum, hann hefur talað allavega ekki selja það sem við eigum, hann hefur ekki sagt beinum orðum kaupa. Nei, það er rétt. Þannig að þú veist, ég vona að þú veist, eins og þú ert að tala þetta, að þetta þróist í þessa áttina, en þú veist, það er erfitt að rekna hann út frá þessu, en við vitum alveg 100% að hann er bara mjög kryptofókuseraður og þessi vika til dæmis bara. Já, en líka bara sem gerir mann svo jákvæðan gart framtíðinni með þetta er að ef þetta væri bara hann og allir í kringum að ríkisstjórnans, varaforsetinans væri ekki á þessari blaðsvíkar kryptó, þá væri ég miklu meira bara þú veist einhvern tímann verður þessu kjörtíðanbili lokið hjá honum þú veist, gefum okkur að hann sitji nú út öll 4 árin, það er nú bara einu sinni gerst fyrir utan þegar þeir hafa verið drepnir blessaður en það er nú bara Nixon sem er eini sem hefur sagt af sér að þú veist, og hvað tekur þá við en svo skora bara, J.D. Vance sem margir tala að sé freka líklegur að verða á einhverjum tímum til forseti Bandaríkjanna. Já, hann er á svo vagni. Já, og í raun og veru að við skulum alltaf segja í grunninn að minnsta kosti meira heldur en Trump, þú veist, hann er búin að vera lengri tíma og náttúrulega fundamentally miklu meira sharp, þú veist, ég upplega ekki þannig þó að Trump hafi komið á óvart hvaðan þó veit kryptó, en þá er að því ég gaf mér það að hann vissi ekki neitt, skilurðu, en hann er ekkert hans þekking og skilningur á Bitcoin og kryptó ristir ekkert mjög djúpt og hann er ekkert einu sinni það sem ég fíla pínu við hann er að hann er alveg frekar heiðalug með það hann er meira bara ég sé að þetta er eitthvað mjög cool og ég sé að það er allir þessi kláru gaurar sem eru í þessu. Já, svo fjármálaráðurinn, hann hefur þetta búin að vera í þessu lengi og bara, þú veist og greinilega líka engin skortur á jákvæðum demókrötum, skilur. Þannig að jafnvel ef republikana missa forsetastólinn, þá finnst mér samt mjög ólíklegt að við fáum jafn krypto-hostile ríkisstjórn sem myndi taka við af því að þeir, þú veist, að því gefna að þeir geti lært það reynslunni sem bara verða að fá að gefa þeim það kredd að þeir hljóta geta gert það. Að þeir hljóta sjá bara, þráttur að voru með alla mainstream mídíuna gegn Trump og gegn J.D. Vance og við vorum með eitthvað allt þetta leverage sem við heldum að væri nóg, þá bara greinilega virkaði lýðræðið það vel að vilji þjóðarinnar hafa bara komið nóg að þessu og ég held að, þú veist, ég veit að við tölum það við erum í ákveðinu búblu, þetta er kannski ekki eins heitt fyrirbæri hjá meðal manninum, kryptó þar að segja, við erum samt búin að tala það og festa þess að 65 miljón bandaríkjamanna eigi kryptó og ég lofa því, svo tala, hún er ekki að fara lækkandi, hún verður 100%, ég bara fullir það, hún er 100% yfir 100 miljón bandaríkjamann sem er eiga kryptó í næstu forsetakosningum. Það er bara garantít. Já, ég trúi því. Ég bara hengi mig á því. Og þetta sem þú segir með demokratana, menn að þú veist, stöðleikamynd fekk 308 mútið 122 atkvæði. Já, einmitt, þetta var landslide sigra, Þannig að þú veist, skilur, þú veist, þá og þú veist, þetta átti ekki eins og komið með óvart. Ég hlustaði á, ég held ég ekki nefnt það í þessu hlaðvarpi, en ég hlustaði á hlaðvarp með Mark Cuban. Var ég búin að nefna það kannski? Það má vera. En allavega, hann var búin að vera að reyna að koma því þeim skilabóðum til leiðar. Við Kamala Harris sagði bara, losaði Gary Gensler og endorsaði kryptó. Ef þú gerir það ekki, þá átti ekki séns í þessu kosningu. Hann var alveg búin að kveikja þessu. Þannig að, þú veist, punkturinn með þessu öllu þessi er að ég held að, þú veist, að þetta sé bara pínu eins og, þú veist, Bitcoin og kryptó er bara eins og holl fæða, skýr, kjúklingur, vatn og þetta og þú ert að keppa í íþróttum, þú ert mjög íþróttalið sem allir er búin að vera á okkur ruslfæði, skiluru og svo bara fattar það er eitt lið sem er að borða þetta og þeir eru að vinna alla titlana núna, þú veist, ef við ætlum að keppa við þá verðum við að borða sama mataræði. Myndlíkingin er sér að trú að
endorse krypto eða hérna ekki skipta máli sko. Já. En já, þú veist ég er í skinninu Björn að tala altcoins, þú veist, ég meina XRP fór í, hérna, ég sá það í morgun í 3,65. Áðurum fyrir það, má nefna eitt. Já. Það var eitthvað sem ég myndist aðeins á síðast, sem var ég var ekki með tölurnar hreinu. Ég sá tölur, BlackRock, kaupendasjóðurinn, Bitcoin, hann fór á 374 dögum upp í 80 miljardar dollara, sem nýtt met fyrir kaupendasjóð á 374 dögum, eða farið upp í 80. Fyrra meti var 1200 dagar. Vá, býttu segja þetta aftur. Hann segði að Bitcoin er komin í 80 miljardar dollara á 374 dögum. Ok. Og síðasti sjóður sem hefur náð því þurfti 1200 daga til að fara þangað. Bara setti þetta í svolítið samingi hvað þetta er mikið success eins og við höfum verið að tala um þetta. Já, eina sem ég samt heggi með þetta, en ég veit sko að punkturinn er alltaf réttur með þessari rétt, af því að ég veit að hann er að slá all með þessi ETF-sjóður. En ég skil bara ekki hvernig getur 374 dagar staðið skoðun. Það er bara 374 trading days. Trading days, það er það komið að já. Af því að þú ert einmitt 10. janúar. Nei, ég skil, þá meikar það sens. Það er ég komið að, ok, 374 trading days. Einmitt, af því að þetta er búið að vera í 1,5 ár. Einmitt, það er rétt. Já, ég vildi bara koma þið inn. Þetta er sláandi og þetta bara, þú veist, þetta er bara enn meira ofan á það sem við vorum að tala inn í síðasta þætti, að þetta er orðin þetta er orðið gullgæstin þeirra og potensialið, vaxtamöguleikarnir í þessum sjóð eru svo langt meiri heldur en S&P 500 sjónum þeirra. Já, ef ég hendi þá, fyrst þú segir S&P, þá ætla ég hendin annari tölfræði. Já. Ef þú hefðir fjárfest í S&P 2012 versus að bera það sama fjárfest í Bitcoin, það er bara 99,98%. Já, og miðað við Bitcoin. Já. Ég veit að, ég veit að Þú varst kannski ekki líklegur 2012. Nei, sko, fyrir að fyrsta, þú veist, ég persónulega er þreyttur á þessum, maður sér þetta svo oft eitthvað, vá, ef þú hefði sett $1,000 í Bitcoin árið 2011, þá ættir við $1,000,000,000 í dag, þú veist, en það sem ég segi samt þetta, svona frá og með hérðan, ég vil bara frá og með 2018 eða eitthvað, eða sen 2020, eða myndku fórlofti, en að myndku frá og með hérðan, þá þú veist, nú er þetta að fara að skipta máli að því að skiluru þú þurftir að vera mjög skrítin til að kaupa Bitcoin árið 2012. Já, en 2018. Og þú þurftir að vera enn skrítnari til að geta haldið í það. Já. En að þú myndist 2018, þá dettur mér annað í hug sem ég sá. Já. Manstu þetta þegar Þýskaland seldi, það er oft verið að reikna. Já, einmitt. Nú tapa einhverjum milljarði evra eða meira. Já, ég sá annað, sko, að Búlgaría seldi Bitcoin sitt 2018. Nei. Og ef þeir hefði haldið í og selta núna, myndir borga 78% af skuldunum sinum. Ég veit ekki hvað skuldinir eru miklar. Vá. En það er auðvitað að trúa þessu samt, sko. Af því að við erum að tala um 40x. Við erum að tala um, ef þú seldir, þetta var 2018 var þetta hangandi í 3.000 og eitthvað, sko. Botnið var 3.000 og eitthvað og var bara algjör bear-market. Þannig við erum að tala um tæplega 40x, sko. Þú finnur ekkert, þú veist, jóurlega Nvidia eða eitthvað skiluru, þú veist, eða eitthvað svoleið, sko, en þú veist, Nvidia er ekki asset class, þú veist, það er tiltekið hlutabrifi tilteknu fyrirtæki, Bitcoin er asset class of its own. Það er það sem fólk, þú veist, margir áttur sig alveg á, þess vegna segi við það fólk, sko, þú veist, þegar fólki finnst bara eitthvað svona, vá, býtu á maður að vera að kaupa Bitcoin núna þegar ég er að sjá fréttin að Bitcoin sjóri verðmættar en Google eða eitthvað svoleiði, sko. Ég segi, þú veist, ég horfði einmitt á bara, vá, herru, það er ennþá einhver fyrirtæki, einhver stök fyrirtæki í þessum heimi sem eru með hærra market cap en Bitcoin. Það er, þú veist, það mótið með ákvæmt öðruvísi, bara, herru, vá, þú veist, af því að, þú veist, þú getur sagt, hérna, daginn sem þú getur sagt mig, herru, Bitcoin var að taka yfir S&P 500 market capið. Þá get ég alveg sagt ok, það er kannski, ég kannski ekki fara að maksa yfirdráttin minn og kaupa Bitcoin núna,
skilur hver að fara, það samanburður á ekki að vera Bitcoin og Nvidia eða Bitcoin og Google, samanburður á að vera Bitcoin og S&P 500 Já, eða gull, það er ennþá Já, bara einmitt. eitthvað 10-12% af gulli. einmitt, það er náttúrulega mjög rökréttur og náttúrulega algengur samanburður sko. En þú ætlar að fara í altcoins. Já, þú veist, ég bara, þú veist, eins og segi, ég er ekkert með eitthvað svona specific sem ég er búin að punta niður, það er bara, ég meina, við höfum verið mjög transparentu það, við erum báðir tveir, heavily allokeraðir í altcoins og það er bara, það loksist orðið smá gaman, þú veist, ekki nógu gaman samt ennþá, eða minnst kosti ekki of gaman, en ég, þú veist, það er, ég talaði það síðast að í Ethereum hefði ekki verið yfir 3000 á þessu ári en ég tók fram að það veri mögulega rámt hjá mér að því að það hefði verið í janúar og það var þannig, það var vissulega byrjaði í janúar yfir 3000 en við höfum aldrei séð á þetta er hæsti verð með ársins 3582, fór í eitthvað 3650 Það er rosa mikið svona jákvætt í gangi samt við Ethereum. Ég meina sérstaklega líka bara, þú veist, og ekki bara í Ethereum en bara við erum talað með þessi lagafrumvörp þú veist, ég held að fólk sé ekki að átta sig á hvað þetta er stór fundamental framþróunarskref í sögu Ethereum, Solana dúdvend fleiri, þú veist, nú er búið að segja, finnst mér að mista kosti, þetta er no confirmation fyrir mig, herðu þetta er industry sem er komin til að vera og við ætlum að byggja eitthvað ofan á þessu og við ætlum ekki að þvælast of mikið fyrir, bara go ahead, you do you. En bara, þú veist, samt í sambandi við, sko, Ethereum, sko, það er búið að vera innflæði á kaupallarsjónu á Ethereum, allt í núna, þú veist, búið að vera að taka við sér sérstaklega þessa vikuna. Við erum að sjá þessi svona, hvað Sailor effect á Ethereum, það, þú veist, við vorum með mjög stórt fyrirtæki, þetta Sharplink Gaming sem að Joseph Lublin, hérna, sem að voru að kaupa Ethereum, núna kemur alltaf fyrirtæki sem að áraðist meira, sem að Tom Lee sem er mjög þekktur og virtur í farmareng erfinu er að stýra þeir eru búin að kaupa orðið meir og þeir segist að kaupa 5% af öllu supplyinu sem er svakalega mikið. Wow. Það er ekkert smá. Það er núna sko, market capi núna því að væri meira en $20 miljardar sko. Og er þið ná miklu meira ef þeir actually standa við þetta sko. Já, þetta er spennandi sko. Það er búið að vera ótrúlegt að sjá á myndkaupum. Þú veist, og við erum nú alveg svo sem ekkert verið einhverjir einhliða stuðningsmenn XRP en ég samt verið núna XRP holder í allt þetta ára allavega held ég fer rétt með allavega þó nokkuð svipað á mér held ég sko þó nokkuð marga mánuði sko og ég hef verið alveg transparent með það, þú veist það er svona, ég fór inn í það bara pjúra FOMO basically, FOMO ekki alveg rétt það er meira svona, ég ákvað að kaupa XRP í raun og veru til þess að hetsa mig gegn þeim veruleika að það væri að fara að rallja eins og allir þessi snarróði XRP army vill meina og ég væri eitthvað veginn bara að því, þú veist, ég mun bara ekki gleyma einhverju mómenti þar sem, þú veist, við vorum á skrifstofunni og við náttúrulega erum allir, þú veist, persónulega mega langir á krypto og bara búin að deilum allir þessari framtíðarsýn og bara einhverjum skoðun, lífskoðun eiginlega á Bitcoin og það var náttúrulega ástæðan fyrir því að myndkaup fer í hérna lofti til að byrja með, það er Bitcoin og við opnum á XRP í nóvember, sjáum að vera gríðarlega vinsælt í viðstafinum og við vorum allir svona, já, þú veist, XRP er allavega búið að fara í gegnum þröskuldin okkar að við, sem sagt, ætlum að bjóða að hafa hluta okkar vörúrul en enginn okkar var búlis á XRP svo sjáum þetta bara outperforma allan markaðinn og maður að sjá endalust mikið af félugum sínum sem margir sem búin að vera að reyna að segja að vera að fara í Bitcoin þú veist þú okkar það er bara gerandi bila mót á XRP og allar að spyrja áttu á XRP, ég bara nei og ég var að endanum bara orðin svo pirraður og þú veist ég hugsaði bara ég er til að tapa einhvern pening á þessu ég er hvorki eitthvað mega bullish nýja mega bearish á það, ég er svona dálítið neutral með það, mér finnst þetta, ég hef alltaf verið bara heiðarleg með það, ég á erfitt með að skilja þetta gigantíska rally á því en það rist ekki dýpra sko, meðan þú veist við höfum alveg fjallað við getum rökstu það í löngum mála af hverju við erum langir á Solana, skilur við höfum bara tekið heilan þátt það sko, við ætlum að taka
þátt með XRP, það er ekki komið að því en hérna, Já, ég meina þú veist og XRP fór í all time high sem að margar aðra myndir hafa ekki gert sko. er það, sko, það toppaði nóvember, það klukkaði nóvember toppinn en, Já, all time high. nei, all time high er ennilega 2018 Já, ég var nefnilega 384 Ég var nefnilega að skoða það var að 384 Já. Ég held að það hefur verið sko hérna það er ekki nema rétt að 11% fyrir all time high núna, en það klukkaði, ég nefnilega ég sagði þetta líka orð við sjálf á mig all time high var 3,4 held ég og núna segja að sko all time high er 3,65 sem fór í núna í og þú ert að sko CoinGecko, já. ég sko alltaf CoinMarketCap það er sem já, ég var semst að svo ánæður að séð á fari all time high já, en það er semst það er mismöndir hérna tölfræðan úti en ok, sleppum því já, við höfum báður réttur okkur eins og í Seriós auglýsingunni áhugavert sko, því við höfum talað um þetta í mörgum þáttum hvað þetta er ótrúlegt hvað XRP hefur verið að keyra sístu mánuðina en þá fattaði allt einu þegar ég skoðaði hvernig þetta all time high var 2018 auðvitað bara sko út af þessu dómsmáli sem XRP eða Ripple var í síðasta búlrunni þá er það bara mistuður út heilt búlrun eiginlega það fór aldrei í all time high síðasta búlmarkað voru hann pumpað alveg eins og allt sko en fór aldrei eitthvað svona all time high þú veist, en við höfum bara talað um það hvað þetta er fljótt að breytast og hérna ég var að ræða við nokkra menn í dag sko sem allir eru hóknir á reynslu í kryptó sko og þú veist, við vorum að ræða allt þetta, vorum að ræða þessi frumvörp sem voru samþykkt og þessar mögulegu forsetatilskipun og svo framvegis og bara vorum allir á því máli bara þú veist, það er raun og veru þó að sé mikil virkni, við erum búin að sjá mikla aukningu nýskráningum, veldu og innborgunum og allt þetta og dreif þá aldrei að það sé og það eru indikatorar sem var að skoða sem sína að það er svona, það er ýmis konar teikn á lofti erlendis að retail sé að vakna sko og koma inn. En við vorum samt þeirra skoðanar að með hvað eru stóri hlutir í gangi, þá eru allir steinsofandi. Þú veist, við erum, skiluru, þú veist, en og þú veist, við vorum líka á því máli sem ég bara tek undir sko, er að þú veist, ætlum að segja að það taki 4 vikur að prísa þetta inn, ætla að segja að það ekki 6 mánuða að prísa þetta inn, ætla að segja að það ekki 5, ekki hugmynd sko. Bara botlan er vera inni í markanum og vera, alltaf svara ég fyrir mitt leiti, vera inni með það mikið sæs að maður er ekki að fara að segja sjálfan sig, why did I leave money off the table sko. Það er að minnstu kosti eins og ég tek þetta sko, en hérna Já, því það er örgulega erfitt að vera að bíða eftir einhverju lækkun akkurat núna áður en það Já, þó að það gæti gert og þá skulum kannski tala um þetta sem við vorum að tala um að fórum í þáttinn með sem við vitum ekki hver er en var að dömpa hvað 80.000 bitcoin þú ert meir inn í sem ég kannski ég sendi hans boltan á þig Já, ég svo sem veit ekki það er bara það sem að fréttinættur svo örgulega 2 vikur síðan þetta kemur fram að það er oft verið að fylgjast með þessum sem kallast svona Satoshi era veskjum sem er frá því að Satoshi var ennþá inn í myndinni og það var hérna einn aðili sem að virtist færa 80.000 bitcoin sem hefur ekki verið hreyft síðan þá hvað 2012 Já, getur verið 2010, 11, 12 eitthvað svo leiðis 2010, 11 hvað yfir á Galaxy Holdings Já, Galaxy Digital held ég þetta var held ég OTC viðskipti sko þú veist og þú veist já, og minna alls konar orrómar hver það getur verið maður hefur heyrt Adam Back, maður hefur Roger Ver Já, ég heyrði til dæmis að var margir að tala um Roger Ver því hann er í einhver svona lagaflækjum og var að nota hlut af stakkinu sínum til að borga laga en sko þetta eru $10 miljardar það er helviti vel launaður sjálfur þetta sé ekki hann sko helviti vel launaður lögmenn og það er þannig financing sko Já, ég meina, þú veist, ég finnst bara ég veit ekki það koma svo sem alltaf frétti þó það sé kannski svona stórt eins og þetta en þú veist, er ekki stóra fréttin í þessu að ég meina, meðan þetta var í gangi þá Bitcoin búin að vera að hækka Já, einmitt, ég heyrði eitthvað sko að þetta samt myndi valda smá hræðslu til skemmri tíma hjá stórum kvölum og að sé eitthvað merki að
þeir hafa verið að losa Bitcoin en virðast hafa samanskap ekki verið að exita krypto heldur fara yfir í Ethereum sko. Af því, þú veist, ég reyna að setja mig í spór, nú ég búin að vinna í þessu 5 ár og einhvern Bitcoin bara orðið hluti af einhvern mínum lífsgildum. Þar til að, þú veist, að nánast orðið svona spiritual fyrirbæri hjá mér sko, að bara vera Bitcoiner skiluru. En ef þú kemur bara úr svona heimi traditional finance, þú ert klár savvy investor og trader sko, og þú ert búin að gera nót út til þess láta á að Bitcoin mikið tækifæri í því greinilega komin til að vera. Þú veist, punkturinn með þessu öll að ég finnst það ekki vera neitt sinnfúl akt að selja Bitcoinið þitt, skilur. Þú bara kemur inn í einhverja ETF, allir með BlackRock, sérð fjárþjónuna kannski 2x á frekar stundum tíma eða hækkum 30% stundum tíma. Þú er búin að kynna þetta allt með hvernig hvernig það triklar niður úr Bitcoin yfir í ETH og verður allt season og framvegis og þú er bara að kapitalæsa það og svo ef nógu margir gera þetta verður þetta allt self-fulfilling prophecy, skilur, af því að það er alveg sama hvað tókeni heitir, ef fjármannið streymir í það, þá hækkar það. Þannig að punkturinn minn með þessu sko, ég ekkit ofurhissa að sjá þetta gerast eitthvað svona short term að stóri fjárfestar fari núna að dýriska úr Bitcoin yfir í önnur coin sko, eða losum profit sko. Og maður sér auðvitað hluti gerast bara svipuðum tíma. Við vorum að tala þessu frumvörp sem að, þú veist, engin spurning ætti að gera fjárfestum miklu auðveldara fyrir að fara inn í öll þessu verkefni sem er annað en Bitcoin. Við erum að sjá líka frétt í dag að BlackRock hafi verið að sækja Ethereum staking. Já, alveg rétt, einmitt, mjög stórt. Og þú veist, og ég held að átti sig kannski ekki allir á því að hversu stórt það er, að því að þú veist, það að BlackRock sé ekki til þess búin að sækja Solana, það veikir alveg, held ég, stöðuna fyrir þetta ferli, að því þú veist, það er bara einhvern veginn þannig, þú veist, bara þjóðleitor heims fyrir leita ráði á Larry Fink. Já, einmitt. Hann hefur gríðarlega. Það er gullstimpillinn, það er BlackRock sko. Ég er sammála, þetta er myndi ég segja mjög stór frétt sko með Ethereum að opnum á staking en já, smá vonbrigði að þú veist, en að samaskapi þá getur maður verið bullish, sé jákvæði þessu er að hljóta koma að því að BlackRock opni á Solana staking ETF og sækjum og þá geti komið massíft rally sko. En þú veist, við höfum alveg fórum mér að alveg slatta umsóknum sem liggja fyrir. En BlackRock ekki eina en með að það verið samtíkt BlackRock Ethereum staking kaupallasjóður þá er búið að opna dyrnar fyrir staking kaupallasjóði sko. Einmitt sko og já, þetta er þannig að þú veist þessi þáttur er búið að vera aldrei bara svona að við tækluðum nokkru fréttir sérstaklega, þetta bara stærsta fréttin sem bara þurfti að krönsa var þessi kryptovika á þinginu sko. Að öðru leyti þetta aldrei bara búin að vera við tveir að vera mjög ánægðir með altcoin sko og það verður að fá að gefa smá svigrúm til þess sko en ég veit ekki svo sem ekki hvað neikvæða fréttir maður ætti að vera að Nei, það væri ekki helst nema bara sem vorum að tala náttúrulega, veist, þetta með dömpið sko í ákveðum Bitcoin OG sko. Já, en þú veist, hversu neikvætt ef það hefur ekki beina áhrif á verðið og þú veist, þú sagðir áðan að við varum báðir í altcoins. Ég veit rétt sem þú ert að segja að það sé vísbendingur að menn sé að fara úr Bitcoin í eitthvað annað. Við segjum ekki nei við því. Nei, ég lít þannig á sko að þegar tölum saman fyrir viku þá voru alveg allt að líta ágætlega út. Nú lítaði miklu betur út. Svona to be exact, cirka 15-20% betur út að þú fer niður línuna sko á einni viku. Veist, og við tölum að síðast hvað þetta er fljótt að gerast. Við sjáum metinu fara úr 30-48 á einni viku. Fyrir grýta á ennþá nóg inni, hann er 71. Ef við stiðastu sögunum að sumrin er yfirleitt frekar döl og alvöru rallið byrjar haustið og næri yfir til veturs, veist, svo er alls konar pælingar sem við búin að tala með Rá og Pala, þetta fari inn í 2026 og ég hafði langt inn og pælingur með verði, ég vil ekki bear market, en punkturinn minn er þessi
þú veist, ég þóri eins og ég sagði upp að, ég þóri ekki ennþá að segja að þessi komið altcoin season, en það þarf ekkert margar vikur eins og þessar sem að líða núna í viðbót í röð til að það einfallega orðið ekki lengur sko matsatriði sko, það bara staðreynd að það sé komið altcoin season, en ég segi, þú veist, við erum slakir, byrjum allavega að fá eins og ég, bara, þú veist, við erum allan að sjá alkon hækkun, svaka hækkun 80% á okkur myndum á viku, já, ég veit það ná ekki ykkurum nei það er orðin alveg styrlaður, skilur að vera í kryptó, þú veist, maður bara, ég þýrjum 20% upp á þessari viku, og það var massíft upp síðustu viku líka, sko, ég man ekki hver tala var, það var alveg ralljaði vel vikuna undan, sko, þannig að, þú veist, ég meina, ég held ég var rétt með í Ethereum, ekki nú fletti upp hérna, sko, en maður sjá, ef ég fer hérna XRP er 54% upp á 2 vikum. Já, sko, Ethereum er upp 43% á einu mánuði, það eru svakaðar hækkanir, en þú veist, krypto er samt bara miskunnarlaust, að maður bara með tölur sem er all time high fastar í kollinum, og ég bara þar, og með réttu og röngu, ég ætla ekki að segja að sé einhver hérna hárun ákvæm vísinda á baka því á mér, en ég ætla bara að segja, fyrir en ég sé í Ethereum breyka all time high og Solana breyka all time high, þá er þetta ekki í mínum bókum altcoin season. Nei, en ef þetta heldur svona áfram, þá fyrir að nálgast þessa tölu sem við tala um. Já, bara mjög stutt í það. Hefur maður verið nógu lengi á þessu markaði til að vera bara rosa jákvæður og þú veist, og ég ætla nú ekki að selja strax að því að þú veist, það er að hækka svo mikið, svo bara kemur allt í 30% lækkun á bara einni helgi, þú veist, það getur þetta líka að gera, ég er ekki að segja að það sé fara að gera. Það er ekkert að 100% ekki að útiloka, og eitt veit maður, ef þetta tekur nokkra svona vikur í röð, það er ómöld að segja að verða 2 vikur eða 7 vikur, skilur, Kristó getur gert ótrúlega hluti að ferja upp, en það er garantít á einhverju tímapunkti kemur á þess að neinn frétt eða neinn viðburður kemur bara massíft sko. Við sáum þetta hérna í nóvember, desember sko, þegar það var bara búið alltaf að keyra alveg massíft, svo kom kannski bara klukkutími 2 sem bara allir liquidatast af því að það er eitthvað verið að manipulera eitthvað að marka á okkur kaupöllum, og þetta hefur engin áhrif á þá sem eru ekki í þessum leverage leik sko, en hérna, þannig að þú veist að sjálfsögumunu pullbackin koma sko, ekki nokkuð spurning sko. En örugglega einhverjir market maker að núti að fylgjast með hvað er að safnast inn á long og bara tilbúnir að reyna að kæra það niður. 100%, og ég ætla ekki að þykjast vera en expert varandi þetta, en ég ætla samt eitthvað að segja bara út frá minni tilfinningu. Ég væri mjög hissið að við værum að nálgast þann punkt núna, sko. Mér finnst þetta enn verið í svona að krauma og malla, sko. Þú veist, svona, það sem einhvern veginn ég hef lært bara á þessum 5 árum er að, þú veist, ef þetta er í raun og veru farið að stað, þá farið þetta að hitta krypto og þarf að hitta einhvern svona punktar sem eiginlega bara trúir alltaf einu augum sem þú ert að sjá. Við erum ekkert komin að það núna, jú, vinir mann sér að senda bara á ákvað, allt er að pumpa og maður eitthvað, að þetta er svakalegt, sko, en þú veist, þú manst bara eftir þessu Björn hérna 2021 og líka altcoin seasoni 2020 sem var líka, þú veist, þá var þetta miklu meira það, þetta var bara svona, þú veist, maður trúði ekki einu augum, sko. Og maður sá stundum þessar leiðréttingadaga, þá sá maður heilu vikuna sem þetta var nánast bara alltaf. Já, einmitt. Og þú veist, auðvitað vill maður sjá það núna, ég meina þetta var gaman, þannig að 2021 þetta var að gera það. Einmitt. Þannig við vonum bara að það verði gaman aftur. Ég hef ekki frá meiru að segja sjálfur, bara ánað með hvernig við fjöllum kryptóvikuna. Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að fólk sé með þetta hvað það nákvæmlega er og hvernig þetta fór, og er eitthvað sem þig langar? Nei, ég svo sem ekki meina eitt meira, ég er samt bara, þú veist, maður getur ekki annað en verið bara, þú veist, eitthvað mjög jákvæður, hérna, ég var að, þú veist, David Bailey sem er nú svona, hann er maðurinn bak við held í Bitcoin Magazine og svolítið ráðgjafandi samt við allt sem gerir í kringum ríkisstjórnan Trump og það allt saman, sko, hann er nú mikið með puttan á púlsunum, hann var að fullyra að það er þessi 30 fyrirtæki að fara setja Bitcoin í viðbót að setja Bitcoin á balansi, þannig að þú veist, við erum að sjá svona mikið að gerast, við erum að sjá núna bara hvert í Ethereum fyrirtæki og hvað við öðrum að gera þetta, við erum að sjá eftir 8 mánaða, hvað að segja, svona trust talk yfir í Ethereum, og ég tók alveg þátt í því, að þú veist, talaði Ethereum niður, þá bara allt í hennu bara rosa jákvæðning kringum Ethereum og það smitast bara út í allan markaðin og ég bara vonandi verður þetta bara geggja sumar.
Já, þú veist, það virðist vera svona, ef maður pælir að því, að það svona byrjaðilega svona mass adoption og mass FOMO hjá svona high level aðilum á krypto og þú veist að því maður heldur svo mikið með retailum, skilur, við erum alltaf myndkupið alltaf retail fyrirtæki, þú veist, og maður vill fá, þú veist, bara hei, þú veist, þetta þessi gullni gluggi sem ég veit ekki, en mér langar að trúa bara því sem Pál segir, mér finnst það make a sense, þetta sé svona 5 ára gluggi sem maður hefur til 2030 og bara, þú veist, ekki láta allan ágóðan af þessu paradigm shift renna til BlackRock og okkur hann í gauðra, sko, þeir þurfa ekki á því að halda, sko, þú veist, það svo, þú veist, svona leiðilegustu samræðina sem ég á og svona bara, þú veist, því miður í bara svona afur júli þá hérna minkum market capi hækkað 29%. Já, einmitt, ég vona, ok, no comment á það. Veist, ég eins og ég segi, ég ekki að tala þannig, en ég vona að retailin fara að koma meir inn og ég vona meir inn í solid projectin. Já, það það sem ég að tala. Einmitt, Bitcoin, Solana þetta, þú veist, ok, þú vilt endilega vera gamla á þessu blessu memecoins og ekki settu 5%, 10% eða hvað en ég svo hjartalega sammálaður, bara gat, þú veist, að því að meðan allt smart money að dæla peningum í Bitcoin og Sol og þessi blue chip project, þú veist, og svo mikið að retailum allavega var í einhverjum memecoin casino. Ég á alveg einhver memecoin, en ég er bara popsala lítið í því, það ekki teljandi, sko. Já, ég meina, þú veist, eins og sé, ef þið finnst gaman að, sko, gambla fyrir hólegar fjárhæðir, gerðu það þá, sko, ég meina, af hverju ekki að gera það í memecoins, en bara, þú veist, að það sé þá í réttu hlutvalli. En, heyrðu Björn, ég þakka bara kærlega fyrir gott spjall og góða yfirferð og við heyrumst og sjáumst áttur af viku liðinni og ég þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samfélgina og við sjáumst og heyrumst aftur af viku liðinni. Þangað til verið sæl.